hvernig fannst þér Willi Netto í skaupinu? Fannst mér Willi Netto í skaupinu sem veislustjóri. Hver er það? Mamma! Góðan og blessaðan dag, verið velkomin í annan þátt. Varst það þú að tala en inn á milli? Já, ég var að testa. Ég var að testa. Ég afmjútaði þess fyrir 10 sekúndur og ég heyrði Ég gerði bob. Við erum alltaf velkomin í glænýjan þátt. Ég ætla ekki einu svona að reyna að segja hvað númer þessi þáttur er. 28? Nei, 26? 26, ok, 26. Í dag er 7. febrúar. Já, næs. Það er 7. febrúar. Það er 7. febrúar dag. Ég fíla 7. febrúar. Þannig að allt sem gerist á milli daginn í dag sem við takit upp, sem sagt 9. janúar og 7. febrúar sem er heill mánuður. Ef eitthvað lindamál gerist þar, þá á okkur alveg sama. Já, við skulum vona ekki neitt hræðilegt gerist þannig á milli. Nei, vonum ekki. Allavega, við erum komið með rándýran gest í dag, Willi Netto. Wow. Halló. Hvort það kallaði Willi Netto eða Wilhelm Netto? Yfirleitt Willi, sko. Eða, þú veist, já, ég er yfirleitt kallaði Willi Netto. Ég er mjög vanur svona Vilhelmur séu kannski bara frekar svona vinir eða einhverja að reyna að vera sniðunir í bæ, sko. Já. Eða Vilhjálmur líka oft. Þannig við köllum við Vilhelm, við erum náttúrulega miklu vinir. Já, Vilhelm. Þið kallum við Vilhelm Þór. Wilhelm Þór, þetta hljómar svona eins og mamma manns að skamma sig, sko. Já. Hvað séu gott? Bara mjög fínt, sko. Bara búin að koma í svona smá rútínu núna með leikhúsið og... Það er mikið að gera. Jú, mikið að gera. Þú ert að leika í Fíasóla, ekki? Já. Hvernig byrja það? Er það að byrja? Það er byrjað, sko. Er það byrjað? Það byrjaði í desember. Það er bara búin að vera mjög mikið stemning. Bara geggjað. Krakkarnir er náttúrulega allir sjúklega hæfileikaríkir og fyndnir og flotti, sko. Það er frekar magna að vinna með svona mikið af hæfileikaríkum krökkum. Ég byrjaði að setja undir eina pressu, eða? Hvað ertu? Strax með einhverju spurningu varðandi því? Ég setti question box. Já. Og það er einhverjum mistari sem segir, hvað er uppbólskrakkin í Fíu? Vissi að það er ekki strax fyrsta spurningin, sko. Ég fann það á mig. Ég ætla ekki að svara, sko. Þeir eru öll frábær, sko. Þú veist, það væri ekki hægt að velja út af því að það er alltaf einhver krakki sem er bara snillingu dagsins, skilur. Það er alltaf einhver sem er bara fyndin eða þú veist, með einhver geggja tilboð upp á svið eða er að standa sig ógeðslega vel eða með gegn góðan fókus. Þetta er bara svona, þetta eru svo margir krakkar, sko. Það væri að skrýta að velja eitt, skilur. Er ekki leikhús alveg hörku jobba? Er þetta ekki bara sýninga bara þú veist nokkur sem í viku? Jú. Ég náttúrulega veit ekkert, ég er að tala alveg bara með engu, sko. Þú er sérfræðingurinn hérna, sko. Þetta er hörku jobb út af það, sko, að helgarnar fara dálítið í þetta, sko. Já. Og það gleymist náttúrulega láta mann vita því í leiklistaskóla að helgarmanns eru eiginlega farna, sko, þegar sýningar byrja. Sérstaklega með svona barnasýningar, skil. Ég er ekkert að fara að vera lengi út á kvöldin, sko, fyrir barnasýningu, sko. Það er ekki fræðileg. Mæta grúðþunnur átta eitthvað. Já, það er ekki séns. Það er ekki séns. En þú vildir ekki svara hver er skemmtilegasti krakkin? Ég mun aldrei gera það, sko. Hver er þá leiðilegasti krakkin? Strax undir pressu, sko. Ég er leiðilegasti krakkin. Strax undir beint undur. Ég þarf að kíkja í leikhús, ég hef ekki farið í leikhús, ég veit ekki hvað lengi. Varstu ekki á Nýju Líf, sko? Nei. Hæ? Nýju Líf er ennþá í sýningu, sko. En það? Það er búið lenginu, 4 ára. Já, 3 ára. Sturlu sýning, sko. En hvað svo margir Íslendingar eru? Hvernig geta þeim þú verið að sýna þetta? Það er góð spurning, sumir er að fara 2-3, sko. Já, ég mæli það með, Óli. Þú ert að þá næga tíma til að plana það, sko. Heldur betur að... Og Fíasól. 3 ára, já. Og Fíasól og, já, 3 ára viðbót. Nei, ég held að þetta verði síðasta ári núna. Já, þá þarf að dríja mig. Þú ert með heilt ár. Þú er alltaf að segja það, sko. En nei, svo er líka Delirium Búbánis í gangi sem er bara mjög gaman, svona gömul íslensk revía, já, revía, svo kallið. Okay. Sem er svona grín og söngur og tala og eitthvað svona og svo er maður bara, þú veist, að jafna þetta með einhverju öðru verkefni á hliðinni, skilur. Maður er leikhúsið og svo virkum dögum, þegar maður er ekki að æfa nýtt stykki þá er maður kannski að leika í leiknum þáttum eða undirbúa. Þú er bara dölur í því. Brjálega að gera. Já, brjálega að gera. Maður þarf alltaf að finna eitthvað, maður þarf að vera alltaf með buttan á púlsinu, sko, að reyna að finna nýja vinnu, sko. Því að maður staðnar sérstaklega á Íslandi, sko, þá er maður bara búinn á því, sko. Duglegur í árabándskaupinu. Já, flottur í ár. Ég horfði á þetta klukkan 7:30 morgunin. Já, það? Já, ég var að koma heim sem frá útlöndum og þannig að ég fekk ekki horfa, þannig að allir eitthvað gaman, geggja gaman árabándin. Þá var ég bara í loftinu, sko. Það, hvað varstu? Ég var í Boston. Hvað varstu að gera í Boston? Ég vinna. Ég er líka flugþjótt, sko. Já, það? Já.
Ég vissi það ekki. Nei, það veit hann enginn, sko. Vá, þessi stemningi það. Það fucking gaman, sko. Þess vegna er þetta alltaf, já, bara hversi hver er þetta að koma sér í Boston okkur alltaf að fljúa þangað. Nei, við veist líka svo fyndið, svo allt í henni komum bara eitthvað piece of shit stað út í Ameríku. Þú veist, sem enginn veit hvað er. Er það ekki skemmtilegra? Jú. Ef þú ferði eitthvað svona rugglaðan stað? Já, jú, það er gaman, mann alltaf sér, þú veist, mismunandi hliðar af Ameríku, það er mismunandi kultúr allstaðar. Elska Boston, það er bara Evrópa, sko. Hefur þú komið til Boston? Ég hef aldrei farið til Bandaríkjanna. Aldrei? Aldrei til Bandaríkjanna? Nei, það er frekar magna, sko. Okay. Ég veit það ekki, mér hefur alveg langað, sko, en ég er svo mikill súklega svona Evrópu-gaur, sko. Ég var þannig, sko. Stuttflug. Ég var að koma frá London í gærkvöldi. Já. Þú veist, það er bara 2,5 tíma flug, það leið svona. Því ég er náttúrulega vanum bara 8 tíma flugum eða eitthvað. Já, einmitt. Já, 2,5 tíma er svona fínt tíma upp á að koma sér fyrir. Bara eins og fært í Hveragerði, sko. Já, ég elska það, sko. Koma sér fyrir, horfa eina mynd og bara undirbúða til þess að fara út úr flugvélinni. Ég veit ekki mikkur, en þegar ég er í flugvél, þá get ég ekki hort á mynd. Ég get ekki sopnað. Ég get ekki sopnað. Aldrei svona. Aldrei, sko. Ég tek róandi, sko. Ég er svo flugrættur að ég tek róandi, sko. Ég reyna ofta að horfa á mynd og ég er alveg bara svona. Þá hefur þú ekki verið vilni í gær, maður. Svona, sko, bara að reyna alltaf við vakandi, sko, horfa okkur þáttum að game inni. Svo bara ég sopna. Það er sko það sem mér finnst skemmtilegast í flugvélar er þegar kemur smá turbulence. Já, það. Það var bara svona, yes, gaman. Yes. Mér er svo gaman að standa svona, hvað get ég staðið lengi? Já. Svo ég fríka út, sko. Það er lengi. Hvað er þetta, fara upp, bara, já, hliðina og hvað? Nei, veist, ég var alveg verið standandi bara, Mér finnst það gaman, sko, svo koma beltin og boring, nú fyrir að spenna mig hérna. Boring. Svo eru beltin ennþá og svo kemur einhver meistari að fara á stökk á klósti, bara ekki sætisbeltinu á, það. Nei, vélinn bara svo rista svona til gaman, svo sætisbeltinu bara það. Það ándjóks, hvað koma þessir meistarar? Það eru alltaf einhverju gaurar sem bara gjössanlega, bara ekki varið við neinu í kringu, sem bara eitthvað sko með tásnar í loftinu og bara eitthvað svona, ég ætla að halla sætinu alla leið tilbaka og svo bara svona standa upp í ókýrð og bara eitthvað svona alveg strull, sko. Ég lendi einu sinni í, þetta var áður en ég byrjaði að vinna sem flugþjóð. Sem þú þarft að vera með sætið uppi í flugdagslendingu. Gluggi, þetta hérna, belti náttúrulega. Og ég man borðið. Ég var þar að borða líka hana armgæðinina. Armgæðin. Þeir sem eru að horfa á vídeóþáttu þá eru að dansa hana fyrir ykkur. Armgæðin niður borðinu, já. Og Anna, þetta var árinni byrjaði, þetta var áður. Ég var að fara heim frá New York og gæinn fyrir fram að mig var með sætið sitt alveg niður. Já. Svo er flugfröðunar að koma og að tjekka og hún kemur við kæmum fram og getur þú sett sætisbæki hitt upp og hann bara já, setur upp og ég er náttúrulega í endasætinu síðan fyrir fram mig og ég er svona horfi, sé hausinn hann svona kíkja út, séðu farnar setur sæti aftur niður, ég er bara eftir að djóka en það var ég bara svona á skjánum sko. Já, þetta er náttúrulega sko sjúkt sprengjusvæði þessi umræða sko, með að halla sætinu sko. Ég halla aldrei sætinu mínu nema það sé enginn fyrir aftan mig. Já. Og ég eiginlega svona yfirleitt býst við það sama frá fólki en fólk bæði ekkert í því sko og ég verð aldrei pyrrað líka ef einhver hallar sætinu á mig sko. Ég með tótið tenni í sumar sko, eða eins og allir bara íslendingur eins og segir kannski, ég er í svona smá hásum guður skilur og hann var beint fyrir fram, hann var beint hallaði sér niður, bara alveg strax guður, ég hafði alltaf pláss fyrir hnén skjárin var oft svona angul ógeðslega perrandi maður. Þú eru átt að gefa það fyrir svona bældan öskur að sjá hvað það myndi að gera strax svona hallaði sætinu. Ég ger alltaf, þegar þetta er að fara í lofti skilur þá veit ég að það er ekki að gerast sem leiða svona, ljósinn frá og eitthvað þá bara ég sé gæja að púla þetta sko. Ég ítt alltaf í sæti og ég bara, þú ert ekki að fara að hallara mig ég vil vera smá þægileg. Þú þarft að bóka röð 5, 6 eða 7 það er meira fótapláss. Bara business class bara. Ég er bara því miður ekki með budget eða neyðarútgangur. Það kostar auka náttúrulega þú ert að panta eða ekki, svona auka fótapláss. Jú, eitthvað þannig. Ég held að ekki. Það hlýtur að kosta aðeins aukulega. Það er leiðilegt samtal. Þú kostar það ekki auka. Förum við til Æslandir. Veldu áfangastag á Æslandir. Boston. Förum við Boston. Hvernig viltu fara, Vili? Förum við segjum bara mars 7. febrúar þegar þessi þáttur kemur út. Já, ok. Við viljum fara í dag. Bókum hérna fyrir okkur. Gott podcast. Hvað er í gangi hérna? Við erum að bóka flug í beinni. Ég sko líka að þakka Play fyrir að vera með beinflug til Portugals. Ég er ógeðslega ánægð með það sko. Já, ég sá það fyrir. Það er sko bjargar lífi mínu að þurfa ekki að millilenda í Dublin. Hollandi eða Ég Dublin var að skoða flug til Ég var að skoða flug til Portugals bara daginn. Já.
og þá sagði ég þetta milliland í Dublin og það var bara svona, ok það geti eða það reitt, hvað langt flug beint? Þetta stittra en sko Tenni og Alicante og allt það já, svona 3 tímur það er ekki neitt okkur sem að stoppa það, hvað rugl þetta? það er bara út af því það eru svo fá þú veist, það var aldrei flogið beint frá Íslandi já, þú þurftur að taka random flugfélag þá já, random flugfélag út til eitthvað og síðan þaðan fljúa til Portugals það er reitt ég var sjúkulega þakkláttur að player byrja að fljúa beint til Portugals það er bara draumur í dós hvert fljúaði í Portugal? Porto og Lissabon Herru, ég komi bá hérna inn á Æslandeir og ég ætla bá þetta er gott koncept sko, ef þú velur hérna og getur valið sæti náttúrulega bara frítt okay. já, geggjað en það er hérna neyðarútgangur sem kostar aukalega fremri neyðarútgangur kostar 8.700 og aftari kostar 10.700 vil ég vita af hverju? aukalega? já, kostar aukalega að vera í neyðarútgangur og það er meira fótaplás kostar 10 skall auka? já, en ástæðan okkur það er meira því að fremri rauninni pro hack fyrir alla sem vilja fyrir flug núna ef þið fara neyðarútgang ekki sitt það bara er ekki hægt að halla sætinu þar en það er enginn fyrir framæði hvort þannig að það breytir ekki máli svo fremri sætaröðir það er meira fótaplási það kosta 13 skall meira já, en það er basically bara sama fótaplás held ég og í business class það er bara business class frekar en það er svo dýr viðbót sko. það kostar ógeðslega mikið meira sko. ég hef oft verið bara svona heyrðu, ég er með mikinn pening í ár eitthvað svona, ég ætla að lega mér í þessi eina ferð að vera með business class og það er alveg bara svona miklu meira en maður heldur sko. það er ekki meira sko. Það er líka munurinn að fara á business til Ameríku og til Evrópu þetta er 2 mismunandi upplifanir já, það er sko, já, það er nefnilega það maður er dálítið vel floginn sko, en heldur ef maður situr við neðarútgangi en maður borgar aukalega og svo gerist eitthvað þannig að flugvélinn þarf að brotenda og maður þarf að nota neðarútgangin fær maður þá peningin tilbaka fyrir að hafa unnið ég bara veit það ekki veistu hvað ég var að vinna ég var að vinna frítt fyrir ykkur að opna neðarútgangsurðina ég var tilbúin að ávakt ég verð að núna ég þarf aðeins að taka upp þegar maður kaupir í neðarútgang maður að sæna sig upp bara með CV nei sko ég sá einhverju uppistandi ég man ekki á hverjum en hann var að tala um akkur og þetta einhverju á neðarútgangi af því að það getur hver sem er verið hana og hvað hét hann aftur hann að breski grínstinn ég man ekki hver það var sko þetta var á Netflix sko hann var að tala um þetta Ricky Gervais nei sko ég held ég viti hvern þú ert að tala um en ég bara gerðsanlega það dotti úr mér já, hann var brjálara því að gæðin gæti ekki opna kakó sitt, það heldist út allt og hann ville að við treystum hann til að opna hennan það er góð punktur sko það er mjög gott sko en ég ætla að taka örstuðt uppi þú tölum að vinna frítt ég var í London núna helgina og ég þurfti að vinna frítt í fataverslun ég var við það að fara að byggja mig yfir mann og bara hvað er paycheckið mitt sko ég var í Berska það er búð, fatabúð er hann ekki líka svona mjóti? það er búð ég veit ekki, bara flott full og ég er svona eitthvað að býða á kassanum, það er ekki hana er hann ekki ódýr? það er eilist mættur hérna er hann ekki ódýr? ég er verðslega nú ekki dýrföld sko, en ég var bara að reyna að finna okkur afsökun fyrir af hverju þú hefur verið að vinna sjálfur ég er hann ekki ódýr alveg? nei sko segðu það ég var að koma og ég beði á kassanum og það var ekki að vinna og ég eitthvað svo kemur einhver are you paying with a card? ég eitthvað yes go over there og ég eitthvað maður stoppa aðeins já ertu að fara kvart út af sjálfsaköldu kassan? já, í fatabúð og ég eitthvað, hún eitthvað hefur þú notað svona áður? nei ok, kanntu að taka svona þjóðverðna? nei ok, sett þetta þannig sett þetta núna þjóðverðn og snúðu næði af, ok, þú ert flottur og lappar í burtu og ég þurfti að setja, svo þurfti ég að setja þetta allt í póka, ég þurfti að fara í hinum inn í búðina og sækja póka setja póka, svo þurfti ég að tjekka hvort það var ekki þjóðverðn á þessu og kveitun rétt, svo þurfti ég bara að lappa út, ég bara afsakið hvernig fæ ég borgað það? ég myndi rukka sko ég þurfti að brjóta fötin mín saman, setja þau í pókan og veistu hver græður á þessu? búðin, eigandi fyrirtækisins ekki starfsmenninir, eigandi fyrirtækisins sko maður langar ekki að leiða lög gæðin og ertu líka brjálar í bónus ferði í bónus, bara hei hver að hjálpa mér hérna? Settu kommunista-læðið þarna undir veistu hver græðir á þessu? nei sko, fólkið í bónus og krónan og allt það sitt sem við sjálfsafgreiðslu kassa þar mesta snild í fokkin heim, ég elska það en í fatabúðum þegar ég þarf að taka allar merkingar af, sækja póka, brjóta saman þetta er náttúrulega sko nýtt hakk sem bara forstjórar eru búin að læra á að þeir læra að spara pening og halda sömu verðin sko. Mér fannst eiginlega verst
að bara verð hafa ekkert eitthvað minkað eða lækkað eða vörur ódýrari eða eitthvað þannig, nei, bara verðin halda áfram að hækka en maður heldur samt áfram að vinna einhvern veginn meira sjálfur. Þetta er galið, sko. Það er það, sko. Þetta fyrirkomulag líka bara að taka vinn úr fólki. Máttu gubbið, eða? Já. Þegar Villi labba henni náðan, tók hann höndin á mig, ég náttúrulega aldrei, við höfum að allegedly aldrei hist. Og hann horfði andlut á mér, hörðu, kann ég segja eitthvað því? Og mér langaði ekki að tala þetta fyrst, það var svo andlut, ég myndi að segja, Villi, maður setja mér? Nei. Og ég bara, fuck. En mannstu eftir á landsleikjum Íslands. Já, það framan hann ekki. Jú, við keyptum annars svona 5 leikja með það og ég man ekki mútið hvað, Slóvakía eða eitthvað. Það var eitthvað bíluð góð verði, sko. Þetta var ekki 8 skatt bara alla leikina, Portugal líka. Já. Og Villi og félagar hans voru við framan mig og félagar mína og við vorum allan tíman að öskra á möllin og öskra á leikmenn og bara vera að fá þetta. Líka, sko, þegar við vorum með hlýna markverðinum. Þegar vorum við hlýna markverðinum, því vorum svo nátt markverðinum, sko. Þannig vorum alltaf að reyna að kalla athygli þeirra, sko, á miðjum leik. Ég myndi að reyna markmaður. Adrian! Og sko miðjum leik bara, Adrian! Bóttinn hinum er eitthvað og svona pirrandi gæjar og síðan skoruðum við held ég á 90 ennar eitthvað í 1-0 og við bara, þetta er okkur að þakka bara við erum búin að við tókum hann að taugum við tókum hann að taugum, sko, við vorum hérna að hliðalínunni. Reynda svona svekk og mættir ekki á Portugal, þú varst eitthvað út á landi. Já, ég var í árshátíð Borgarleikhússins. Byrja, okkur mættir ekki á Portugal? Ég var á árshátíð Borgarleikhússins í Amsterdam. En ég horfði á leikinn þaðan, en ég sendi mömmu í staðinn, þannig að mamma mætti þarna. Veistu hvað vinniðin svont? Vinniðin stungu okkur í bakið eins og niður. Hvað gerði? Það var litið á næstsenstu leiknum, þá voru aftur svona, þá voru maður að frelast og síðan hálfleik færa þeir sig. Færa sig. Ég verði að spyrja það út í þetta, sko. Við vorum allir bara, við trúðum þess ekki. Við vorum allir búin að vera með gott relationship, þetta var svona óskrifa mjög gott það basically haldið fram hjá okkur. Mér leiðist svo þannig, við vorum allir bara brotnir einhvern veginn og... Já, það var ekki ég sem gerði. Hvar eru vinnir Villa? Þú hefði staðið eftir. Hvar eru vinnir Villa? Þá fyndi maður, já, vorum að ná leikjunum. Já, við vorum alltaf, sko, bara fyrir hvern leik að tjekka markmannsins. Ígor! Alltaf eitthvað svona öskra inn. Það var svo gott, sko. Maður setja fyrir henni kærsuninni, hún er hér. Við vorum alltaf öskra eitthvað. Og síðan þú mistir í Portugal-leiknum, þá var hérna Rafael Leao, kantmaður Portugal. Hann var alltaf okkar kanti og hann var hrikalegur í leiknum og við vorum alltaf öskra Leao! Já. Og hann var bara, og við veitum, hann heyrði í okkur, hann heyrði 100% í okkur, því að við vorum allir og vinni þínir á sama tíma. Hann hefur heyrt í okkur, við vorum bara 10 manns að öskra nafnið þess. Já, hann er ógeðslega fyndinn. Hann er geggjað, sko, maður hefur síðan stundum skorað mark og hann er sko bara brosandi bara frá því hann sparkar. Ég sem myndir ekki að tala, það er sparkað og voru á Bosníuleiknum þegar við unnum 1-0. Já, það var þetta í leikunum fyrsti, sko. Það var... Við erum bestu vinni, skilur við. Það var sokkað mig feitt í þeim leik. Ég satt sem sagt basically, horfur á varamannabekkin, alveg með henni, fremstöru, ég var þar. Ég bókaði með hana strax. Mér langaði bara að fara á Portugal-leikinn, sko. Já, gegg. Og það var eitthvað ógeðslega pirrandi krakki fyrir aftan mig. Svona 2-3 röður fyrir aftan mig. Og hann var alltaf að öskra Alfred van Bogason. Allan fók í leikinn, hann var ekki svona inn á. Van Bogason. Hann var svo pirrandi. Þessi krakki var að gera nákvæmlega saman við. Hann var að læra af okkur. Já, en hann var svona 8 ára. Hann var ekki frá Íslandi, sko. Þetta var einhver útlensku krakki og hann var bara Van Bogason. Og hann var ekki svona inn á. Ég sagði kærastinn mér, Jesús almáttur, þessi krakki má halda kæfti. Hann er ekki svona inn á, hann er ekki svona að fara að skora. Skora hann á 91. mínúti og ég bara ég var svo ánægður, það var sokkað mér svo feitt. Djúvel var góðu sokkar á þeim maður. Já, ég var tala Anna, hvað ætlum að gera í þættinu? Við erum með nóga liðum, sko. Ok, já. Við reynum að hafa gaman í, sko. Ekki bara að ræða. Uppáhalds pick-up línan mín. Hver er uppáhalds pick-up línan þín, Óli? Já, Óli, þú ert alltaf með einhversu vít. Nú er komið að þér. Já, ángríns. Ég fæ þess að spurninga. Uno reverse. Ég ætla að segja Ekki segja eitthvað ógæslegt. Nei, ég veit það. Þau segja alltaf hræðilega pick-up. Það er alltaf sömu pick-up lína. Það er alltaf eitthvað hestinn og eitthvað. Ertu hestur því ég langar að þér. Hver er líka að nota pick-up línu nú til dags? Það er svo ágríslan, sko. Já, það er akkurat það. Látt síðan að ég verið in the game, sko, en ég meina Var samt í alvörinni bara 1980 og fólk bara segja eitthvað svona 1-2 línur og segja bara
Þetta getur ekki virka sko. Eitthvað pick-up línu Ég var að spila hana pick-up línu vídeo sem ég gerði núna um daginn og þetta eru pick-up línu sem ég fæ í 99,9999% tilfella Besta pick-up lína Ertu hestur því ég vil ekki, nei Hvað er besta pick-up lína Alltaf þessi Sigurpúðu, þú langar að stinga prikkinu mínu Jésús, alveg, þetta hræðilegt í dag Besta pick-up lína Hest, nei Það var allir bara, ertu hestur? Ég bara, nei, ekki þessi aftur Svo var einhver önnur hestur Það var íðilega lína sko Ertu hestur því Það er líka mjög það er slæm byrjun á pick-up-línu sko Ertu hestur? Nei Heyrðu, ekki tala mér um mig, vá Það var einn stelpa sem kom hana Ertu á tenni því mér langar að vera með þér Þetta er svo lélega lína, ég var að fatta það núna Þið fannst hún góð, ég heyrði það Ég fíla hann alveg, sko Þú varst að búast betra frá okkur Hún var bara svo ánað hennar Sérðu bara Mér finnst það stemning, sko, í þessu Sérðu hvað hún er ánað með sig eitthvað Hún má vera það Hún má vera það Þetta er ekki hesturinn, það er gott Og það virkar á 99% Íslandinga sko Það er alltaf að tenna alltaf Ef ég heyra einhverju nýja pick-up-línu þá er hún geðveik Já Þau var bara að heyra sama seti fokkin aftur og aftur og aftur Það verður að vera heima workshopa línur til þess að býða eftir þér út á götu sko bara hvað Svo var einn gæði sem kom hana Hitt Óla, ég er enda með 15 negli sem hann er bara Svo gæði sem kom sko hana með mest confusing pick-up-línu söguna get ég sagt Býtu, ég ætla að spila þetta fyrir Ef þetta er hérna, þá ætla ég að spila þetta Hverjir, viljum annars fara yfir liðina? Já, ég vil ekki gera það Það er svo ógeðslega léleg sko Við erum alltaf bara, við viljum að gera þetta Við erum með aðtökusprest basically í hámarki sko Basically, á mannamáli sko Við erum með, ég er með frasakefni Takk út því að þú er svona frasakongur, ekki? Já, mikil frasakongur Er það? Já, það ekki Þetta eru nokkur Við hefum heyrt það allavega Já Þetta er nýri liður hjá okkur Við erum basically að koma með frasa Þú ert að vinna 3-1 við gestina, já, ekki? Já, 3-1 Ég taka á 2 sinum Kom með frasa? Þetta er þess að frasabókin sem kom út Já Ég les frasa og þið segir ding eða vilja svara þetta nú bara því að gíska hvað er rétt Segja þá hvað frasið þýðir Já, orðið eða whatever Því ofta er þetta mjög random shit sem er bara, þetta er sem margir nota Já Ég veit ekki þess að kongin á Þetta gæti verið geggjað og svo gæti það verið bara eitthvað sem meikar engan sens Já, hann hefur spurt mjög skutna hluti sko. En það er alltaf gaman Svo ætla ég að taka ykkur í Brain Freeze Já Kallta heilafróstýr en í íslenska Þetta er basically, hefur þú spilað Brain Freeze spili? Nei, ok, ég segi eitthvað flokk eins og lönd bara ekki svona easy samt Þá byrja kannski Óli og segir Ég segi Denmark og þá segir þú Já, þetta er bara svona, skilur Svíþjóð Já, segir það bara keppni og svo bara þangla einhver freeze route Skil Það koma mjög góð moment úr þessu Ég maður gott líka sko Þú ert með einhverja spurningar Ég ákvað að búa til 2 nýja lið í dag Af því ég vilja netta og kemur Þá er ég að fara að leggja höfuð í bleiti Hann ætlaði að koma með liðið sinn Rap or Crap Það er svaklegur liður Veistu hvað það er? Nei Ég ætlaði að koma en ég hætti við í dag Það er ástæðan okkur þátturinn stendur á Spotify Explicit Concept Já, það er mögulega Sko, við þurfum að byrja að segja áður en við gerum það bara börn ekki hlusta Já, eiginlega Þá kemur mér rapplínu sem er annarkvort alvöru rapplínu eftir rappar eða ég sem búið til, skilur Mjög dónalega Ég get lesið ykkur smá eftir þetta er ekki fyrir börn sko Já, ég skil Það hefur alltaf verið gaman hingað til En eins og það, þá bjóðu til núna að ég veit að þú fílar bíómyndir ekki Já Góða bíómyndir Já Ég var að keppna um leika þar sem ég útskýri bíómynd ógeðslega illa og þegar ég reyna að fatta hvað myndin er Heyrðu, veitu hvað erfiðasta shit sem ég gert á æfinni? Hvað? Að lýsa algjör sveppamyndunum á ensku Já So this dude name is Mushroom His friend Willy got kidnapped by a ninja And they got in an airplane to Dublin Where they found him Þetta er góða myndir sant Þetta eru klassíkar Klassískar Ég ákvað að búið nýjan líka sem heitir Basti kannar dýftina Og hvað er hann á? Bara fínt, hvað er það að spyrja djúpa spurningar? Þá förum við svolítið í dýftina Ok Hvað er það? Bara fínt, bara gott Við þurfum að hafa þetta smá líka svona alvöru sko. Þetta þarf líka að vera, já, einmitt svona Hvað segir maður? Djúpt Ég þarf að finna einhverja svona djúpa tónlist á Allavega, pick-up-línu sem gæðin sagði var Ertu gardínur af því ég elska þig Já, hvað var það? Ég man eftir því Ég get sagt þér það, ég var mjög confused og ég sagði hann bara farðu að næstu mannsku sem þú sér og segðu þess að pick-up-línu með hana þá sérðu hvað þetta er fokkin skrítin pick-up-lína og hann fer að einhverju stelpu Ég er ekki íkja, gælan var traumatized Svipurinn var bara svona Já Ég er ekki bara þetta meikar engan sens Þetta meikar engan sens og enda var hann bara og sást hversu óþægilega gæjanum leið sjálfum En Vili, hvað er besta pick-up-línu af því? Ég bara man ekki Ég bara man það ekki Ég þarf að fara að workshop eitthvað sko Ég þarf að fara bara Hvernig náður þú? Leggja höfuð í bleiti og Hvað sagður þú gerst núna? Við byrjum bara að spjalla eitthvað svona Hendur ekki eitthvað? Ertu hestur?
Ertu hestur? Já. Nei, blocked Nanosekundu blocked sko. Mér langar aðeins að árum fyrir mig liði Mér langar að tala hvað úr duglegur leikari Takk fyrir Frábær leikari Núna aðalega að tala sjónvarp sko Takk True Detective, er það ekki að koma út núna bara vikunni? Jú Ég vona að ég verð ekki það mjög góð sena, þannig sem ég í Vona að maður verð ekki kattar út Já, maður veit aldrei með svona sko bara þangað til að það komi út Það ekkert garanterað Það sem þegar þáttur Ekki neitt garanteret í svona starð og hlutverk Þegar þessi þáttur komin út þá þessi þáttur mögulega að koma út sem við í Ég man eftir því, ég lék í Óferð 3 Ég var hana í 6 tíma Ok, það var heil bara, við vorum í svona klukkutíma að taka upp með að horfa okkur tölvu og benda og ég bara, wow það var cut out Veistu hvað gerist, ég horfði þáttinn ég sé karakterinn sem hann reyngur að leika og labba hana og ég bara, hann ég fyrir beint fyrir mig, það sést í 2 vini mína það sést ekki mig, ég er makka vílinsaður, ok og svo kom ég, svo segi ég, núna kem ég fyrir næst, þá búið að zooma inn þannig að sést bara í tölvuna, það sést ekki fyrir mig það sést í putta minn, ég bara, Þetta er erfitt líf sko, maður veit aldrei með svona Sorry, ég man þegar þú varst í Brody's þá talaður að þú varst í Witcher eða ekki? Var það ekki Witcher? Já, Witcher er prequelið, Blood Origin Já, ég veit ekki, ég hef ekki hort á Witcher að ég er ekki mikið í því Þú lest Brauna? Já Browna Hvað er svona, hvað veist þér svona besta hinga til sem þú búið að leiki? Þá sjónvarp Já, sem í sjónvarpinu Sko Þetta er stórn upp Það besta fyrir líf mitt sem hefur gæst var að leika náttúrulega í Heldur með randanum sketchin eða bara svona fyrir fyrirlinn í skaupinu og það er allir að horfa á það sko það var allir bara, ég veit hver þessi gæði er það var magnað sko og það er líka bara mitt Hvað árið það? 2021 og ég bara, já það var svona stærsta breytingin í lífinu sko, ég hef leikið svona alls konar skemmtileg hlutur upp á svið líka sem eru svona í útskiptaverkið mín til dæmis þá leik ég Paul Hvað? Já Check þetta lið, allir rætti við Það er svo gott sko Það er svo gott sko Það er svona alls konar hlutverk búin að koma sko það er svona bara skemmtileg til dæmis þegar ég var í leiklisskóla þá fekk maður að leika aðeins með svona dýpri og alvarlegri hlutverk sko leik mann sem heitir Paul ég er búin að tala nokkuð sinnum þetta Það var góð fyrir þetta aftur í Mouthful of Birds heitir leikritið sem er mjög gott svona leikrit sem bara nútíma ástand manneskjunar einhvern veginn þá leik ég Paul sem er svona businessmaður sem verður ástfanginn af svíni og maður þurfti mjög mikið að kanna hvað myndi leiða mann sjálfan í það og það var mjög áhugavert og mjög skemmtilegt hlutverk og ég hafði svona mjög gaman að því og svo er bara alls konar skemmtileg hlutverk á árinu sem er að koma út sko. Ég er að leika bæði í Skvís og svo aðalega í Flamingo var þar leika ég algjörn við vorum þar saman Já, við vorum þar Manstu eftir því? Yes Ítti eitthvað í því maður Skemmtilegast atriði maður Það finna við áttum að leika Já, þú voru köttuðar út Það kæmi mér ekki óvar af því það var svo margar sinni sem ég var alveg bara fyrst Þú veist, ég ert að skrifa á töfluna það var undrabrúnskottu út, ég get alveg sátt það hér nú Svo var eitthvað djamsina Bái, þú veist, ég drekk ekki og ég átti að vera að leika að taka skot á fullu ég tók svona 34 lítra af vatni úr skotglössum það er eitthvað ímyndaður mér var illt í maðunum sko gott stöf að fá allavega nóg á vatni veistu hvernig Flamingo kemur út? Það er ekki að það komi í ljós en það kemur út á þessu ári já, ég er mjög spenntur ég líka það verður skemmtilegt ég er að leika algjörðu svo mögulega mitt besta hlutur sem þú leikir var samkvæmt IMDb Boyfriend on the phone í Paris Norðursins það er ógeðslega fyndið að þú horfa á Paris Norðursins þá er hann Björn að æfa portugalsku og hann ringir í fyrirhundi kæristu sína og kæristan hennar svarar símanum og það er þú það er ég Boyfriend on the phone það er ógeðslega fyndið ég var frekar ungur þá sko það var mjög 2014 mjög gaman sko já 2014 10 ár síðan sko ég var bara 20 ára þá þú lest í Aftureldingu Jespe já Jespa og svo það var líka nokkuð línu köttaðar út sko eða svona allar improviseru línunar voru köttaðar út sko það voru geggjað hættir já það var mjög gaman svo hver drap Friðrik Dór já það var ferðalag lífsmíns hingað til færi eða ekki já bara hvað var það upptökur á þætti sko það var yfir breiðu tímabili maður vissi aldrei hvernig fólk myndi taka í þetta var mjög mikið svona passion project hjá okkur öllum sem voru að gera þetta bæði skrifa og leikstýra og taka upp og
og allir sem tóku þátt í þessu voru geggjuð og on it einhvern veginn og maður, ég lærði mjög mikið í svona grínleik. Má klappa, já, við erum komin aftur sem það slöktist á kamerunni. Allavega, Friðrik. Já, Friðrik Dór var líka mjög til í þetta sem var freka magnað. Gaurinn sko ótrúlegur, hann frábær. Væri ógst að fyndi og hann væri bara á MBL og sé bara auðlýsingu hver drap Friðrik Dór. Já, vissi ekki það. Það var Haffi var brjálar yfir hver drap Friðrik Dór auðlýsingaherferðinni. Því hann bara vissi ekki að það væri fyrir þætti og var bara alveg mjög pirraður yfir þessu. Og hann bara perur út af auðlýsingunum sko. Hann bara, hvað þetta? Ég bara man að Haffi postað á Facebook bara eitthvað, hvað þetta? Elsku Friðrik Dór, ekki gera mér svona aftur. Þetta hræðileg hugmynd og hræðileg auðlýsingaherferð. Ég bara, ok, shit, sorry Haffi. Jesús. Hann var alveg brjálaður yfir þessu. Ég aldrei fatta þess að sem nenn að fara á Facebook og væla svona svona hluti. Það er að auglýsa þætti, slaka á. Ég elska devafréttir, bara Guðrún Karl og Hannes þegar byrjið saman og allir bara, hver það? Líka það sem finnst að fólk fattar ekki sko, ef þú kommentar á svona fréttum þá heldur forritið að þú viljið sjá meira á svona fréttum. Þetta að fólk að koma sér einhvers konar vitaring sem að skrifa og fá meiri fréttir og kommenta aftur og fá meiri fréttir og kommenta. Mér langar ógeðslega mikið, næstu ekki með fréttum mig, mér langar bara fyrstur að koma og hver það? Já. Bara hvart eitthvað svona sko. Það er líka góð klassík sko. Ég með hætti, ég orðin mjög lítið á Twitter núna. En það var líka bara þetta því ef ég tweetaði einhverju í svona pyrringi eða eitthvað þá var svo auðvelt að gera frétt úr því sko. Þannig ég þurfti mjög mikið að læra að hemja mig svona tilfinningarlega sko, og hugsa aðeins áður en ég kasta eitthvað út sko, sem var líka bara mjög gott held ég fyrir mig. Já, ég trúi því. Var eitthvað frétt sem þú sást bara svona, gerðu þau frétt úr þessu? Já, það er svo mikið sko. Já, það er svo mikið. Ég man ekki tíma það var í Köpen, ég var í Köpen og Vestló, það var eitthvað svona búð með sko límiða sem var með mjög ekki lélega heldur bara vondan brandara já, ég veit ekki hvernig ég myndi að segja þetta sko, kynlíf og en á mjög ofbeldisfulla máta, það make a sense. Og ég bara, mér fannst ekki í lagi sko, og ég þannig að talaði við þá og þau bara, it's just a joke, it's just a ticket sticker we got from a company, so I don't know why we should remove it. So you gotta take this. It's insane to have a sexual assault joke. Fuck man. Og hann var eitthvað, yeah, I don't know about that. Så ég tweetaði því og þá ég var bara eitthvað, villi strunsaði út úr búð í Kaupmannahöfn. Og ég bara, elska svo. Jesus, ég strunsaði ekki, en jú, kannski smá struns, en alltaf teki allt úr samingi, sko. Já, ég veit ekki. Öskraði inn í búð. Bæði úr samingi og svo sér maður líka samingi á það sem maður er að segja á netinu, skilur. Svona, já, ég veit ekki, bara svona ég minkað Twitter alveg mjög mikið sko. Ég held það bara mjög gott sko. Ég held það bara mjög gott. Það er orðið ógeðslega leiðilegt app. Þetta er líka bara orðið, ég er líka hættur. Það var gaman sko. Þetta var orðið gaman, en hvað er langt sem hættir? Ég er, þú veist, skoða af og til, en það er alveg nokkri mánuði síðan ég svona eyddi appinu. Eftir hann breytist í X, sko, ég veit þetta er algoritmi, ég veit alveg hvað það virkar, en sko ég hef bara að fá bara svo fucked up vídeo. Þetta voru bara viðbjörn. Musk var líka farin að breyta algoritmanum. Þú veist það var bara fucking ógeðslegt, en ég eyddi. Þetta gengur ekki sko. Ég eyddi appinu svona semi strax og Musk keypti Twitter. Já, þetta er bara, þetta er hrika, bara downhill, alveg downhill. Já, ég er saman á þar. Eigum við að byrja á Brain Freeze? Ég var fyrsta fyrir frasakefni kannski. Jú, komdu með frasakefni. Já, við erum frasakefni. Já, farið frasakefni. Já, ok, það. Leð mér henni að finna. Lof mér að finna. Lof mér að finna henni að lægi mitt. Cool betta hérna. Er þetta lægið? Já, ég er með Spotify opið. Þetta er jólalægið sem ég gerði með Ella Grill. Ella Grill, sjátt á Ella Grill, sko. Ég er myndið að fara að gefa út grínplötu. Já. Jóla? Nei, jóla. Ég er að vinna lög. Grínplötu, bara. Lög og útasketsar. Og Ella Grill er í einu lægi, sko. Sem er eiginlega næst í uppáhaldslæði mitt þannig í plötunni. Er einhverjum fleiri featured það? Já. Steindi Junior. Það er grjótart. Inspector Spacetime. Vibe. Þið náttúrulega að gera jólalæði. Þið náttúrulega að gera jólalæði. Já, það er svona alveg dash out. Fór maður að koma sér út í þetta sko. Það var líka mjög skemmtilegt. Þeir eru náttúrulega alveg æðislegir. Já, þú varst líka á Rottweiler. Já, það er geðveikt. Og ég fór á þjóðatíð. Já. Þú mætti bara svið. Það var glaðasta dæmi lífsmýtt. Það var geðveikt. Af hverju þetta lægi Rottweiler?
bara Þú sagði mér þetta Erpur stemningsmaður sko Hann hefur mjög gaman að mér sem ég er mjög þakkláttur fyrir sko. Ég skil aldrei þeir einhvern svona nettum gaurum finnst ég sjálfur skemmtilegur sko. Þannig að hann hefur alveg búið með heimdýr sín í eitthvað svona chill og eitthvað það var eiginlega frekar magnað Ok, en þjóðatíð, var hann búin að bjóða þér upp á svið? Nei, ég sagði bara eitthvað svona Nei, ég var ekki á þjóðatíð og ég ætlaði ekki að fara En ég sagði bara eitthvað svona, heyrðu það, ætti kallinn bara kannski að koma upp og hann bara, já maður, heyrðu, komdu bara Ég bara, snilt maður Man sko, ég var kærast á vormann eitthvað og svo róttulega svona, sem alltaf horfum á svið þá var þú bara hérna, hoppa út á svið og bara villi Sjáðu hvað ég með Þetta er geðveikt Þetta er geðveikt, laglega Þú varst bara í stúdíu og þetta Já, bara spinna Þetta er gott sko Þetta er bara, mér finnst það geggja laglega líka sko Já, þetta er svona algjör turkur í manni Það var geðveikt maður Ég var gá hvort að takkanum minni virka Nei, það virka ekki Það er geggja Þetta var þetta fokkin nett Nú er ég sko fyrkt í takkanum Excuse me, sir, did you say? Já, nákvæmlega, ég veit ekki hvað takkan Þetta er mjög fucked up katt Ég held að þetta sé hérna Já, hann er þetta komið Vá, löngþökk Ég veit Það er ógæst Þetta allan, ítt að þur Nei, ég ætla að láta hann koma óvart Smá eftir exit Það kemur upp eftir Ef að byrja, tilbúin 1, 2 og Þetta með bössu er það? Hvað hljóð gerur þau með? Ef þú vilt fá svarið til hvað hljóð myndu gera Ok Ég ætla ekki Ok Þetta eru 5 spurningar sko Já, þú þarf bara að koma Það er öruglega fljótar að gera hljóð Já, nákvæmlega, flott Og bara fyrst er að fá svarið þinn, fær svarið þinn Ó, hvað, skriðið Heyru, og fyrst það er mjög easy Að vera ísuð út Er það að vera í fullt á svona glingri Svona silfur Svona blingi Klassi Já Það er rétt, það er hárúð Glingur Þetta var með þeim léttari En nú komum smá erfitt Eins og snúið roð í hund Hvað þýðir það orð? Eins og snóðið róð Bara eitthvað sem er bara ókla skrítið Nei, byrju, ég eitt ekki að taka hann, sorry Já, Já, ok Kemur Það finnir, ég veit ekki ennþá hver þetta er að segja þetta Það var bara hérna Eins og snúðir róð í hund Viltu fá dæmi? Já Dæmi, hann héðin er alltaf eins og snúðið róð í hund Með skæting og leiðindi Já, er það bara að vera fúskalegur svona Það veit ekki hvað þýr Að vera svona Ég er ekki það klár sko Svona vondur á því er svona illa til tekin Ég geði rétt fyrir það Hvað er svarið? Geðvondur Damn Hann sagði eitthvað svona vondur Fair enough Fúskaralegur, já Fair enough Hvað sagði, fúskaralegur? Já Ég þú sagði róð sem við sem ekkert hvað væri sko Með lága grindaðistu sko Fúskaralegur Þú mátt ekki vinna með stóri orðin sko Lítlu orðin við okkur sko Er ég að fara í erfiðari fyrir þess aftur Já, please Að vera vel að guði gerð Það að vera bara svona flott vaxinn og fallegur Ég ætla að segja líka Oh damn Ég sá bjöllinu að fara í gang sko Ég var bara Það er 2 sekundur til að bregðast við sko Ég meina ekki það Hvað sagði það? Að vera vel af guði gerð Bara að vera fullkomin eða eitthvað Ég er ekki með endan Viltu dæmi? Já, takk Sólveig er bráð myndarleg og glögg Hún er vel að guði gerð Já, bara fullkomin Bara falleg og fullkomin Ég vil ekki hafa punkt fyrir þetta Þetta er með Nei, ég meina Sorry Ég meina þetta hér Sorry Klassi 1-1 Nei, 2-1 Með marga góða kosti Það er bara 2-1 Marga góðsti Ég má ekki frasan, já Ég ætla að vera rósaðar en ég var búin að gleyma frasanum 2-1, spurning 3 Óri, you need a comeback Já, nú kemur comeback Lægir að klárast þannig að byrja upp á nýtt Svona Professional shit Úlfur í sauðargær Þetta er manneskja sem lítur út fyrir að vera næs en er í rauninni ekki eða þú veist svona þannig sé þetta bara manneskja sem er ekki eins og hún kemur fram með grímu og svona Getur þú komið aðeins ná komið að svar Ég ætla að koma dæmi Hann var að njósna og lag gögnunum Hann er álfur í sauðargæru Álfur? Úlfur? Já, þetta er bara manneskja sem er ekki eins og hún er séð skilur hún er ekki eins og hún kemur fram Ég verði eiginlega að gefa rétt fyrir þetta Hvað er það? Svikari eða lottari Já, einmitt Myndur þú gefa rétt fyrir þetta? Já Eða myndi hann gera, hann svara En sko, út af því að úlfur í sauðargæru er einmitt bara ég veit ekki, það er svo oft notað í þessu tilfelli að einhver manneski er að villa sér leiðir Já, þetta er rétt hjá hann, Ok
Þú ert eiginlega búin að vinna. Ég er búin að tapa. Þetta er 2 stiga. 2 stiga. Ok. Ég get jafnað þetta. Það getur jafnað þetta. Þetta er mjög létt. Að vera sófakartefla. Ég er svo hægur. Þetta er náttúrulega manneska sem er alltaf í sófanum annarkvort að spila tölvuleiki eða að horfa á sjónvarp. Djöfullin. Á ég að lesa fyrir. Þetta var svo auðvelt. Á ég að lesa fyrir alvöru svarið. Einstaklingur sem er gjarnan fastur í sófanum að spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarpið. Eða horfa á sjónvarpið stendur það. Bara bæði rétti svörin. Þetta var orður rétt. Þetta var orður rétt. Varstu að lesa bókina? Ég er enda með bókina sko. Já, ég hef eftir að glugga almennilega í hana sko. Shit, það var líka geggjað koncept, ég fíla mjög mikið koncept. Ég er frá alveg downhillinni. Ég vann fyrstu 3, bara skítapa. Það þarf aðeins að draga niður til jarðar inn á milli sko. Já, ég var hún ekkert aðeins kokki bara. Ég veit það. Ég vann frá þess að getna út um allt. Ég vann 3. getna í seinustu viku. Hvað gerir þú ekki? Nei. Já, ég ætla Óli, mannst þú það? Nei, held ekki. Nei, held ekki nefnilega. Ég vann sko. Mér lókar að henda í hraðspurningar. Eða hendi myndina fyrst, hvort heldur? Hendur mér myndinar. Ertu með eitthvað gott svona hvað ég get gert lagundir? Hvað er uppáhaldsmyndin? Sem þess að skrifa á YouTube. Uppáhaldsmyndin mín? Já. Kvikmynd? Já. Synecdoche, New York. Já. Ég ætla að skrifa movie music instrumental. Ég ætla að beða um að setja... Nei, ekki setja tónlist úr henni, hún er mjög depressing. Ok, ekki það. Ég setja henni á New York Coffee Shop Ambience. Við setjum New York Coffee Shop. Við setjum hérna depressing þegar við kunnum dýftun eftir. Ég googlaði movie music instrumental og þetta hérna er það fyrsta sem poppaði upp. Þetta er gott bara. Þetta er bara kósí. Þannig þetta eru 7 myndir og þetta eru allt, þú veist, Hollywoodmyndir. Mjög fræga myndir, ég er ekki með mynd sem er, þú veist. Er þetta keppni? Þetta er keppni, þetta er svaribáðir. Oh fuck, ok. Og þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki kall inn bara svaribáðir eitthvað haldið. Þetta fer, sumt af þessu er ógeðslega auðvelt, sumt af þessu er alveg smá erfitt. Ok. Ég ætla að byrja mjög auðveldlega, bara til að hitta ykkur upp. Ok. Forríkur maður gerir allt til að bjarga borginni frá trúð. Batman. Já. Fuck, hvað það var? Eða Dark Knight, ég hugsa, já. Allavega, það er rétt, ég veit ákvað að byrja þetta mjög öll. Okay, það er trúðurinn gaf þetta svolítið byrta, ekki? Sko. Ég byrja að hugsa um eitthvað Simpsons eða eitthvað. Ó, þú er ekki Krusty the Clown, the movie. Sko, hann veit Ég veit ekkert um bíómyndir. Horfum við mikið á Marvel eða? Hæ? Horfum við mikið á Marvel myndir eða eitthvað? Já, ég er samt smá boykottaður núna. Ég bara hef ekki hort á neina. Hann dró mig í bíó á Endgame. Fyrir hún var að koma út. Bara stærsta mynd ásins bara. Ég hafði ekki hugmynd hvað var að gera. Hann var alltaf svona, hei, hver er þetta? Thanos, Óli! Þetta er Thanos! Sér stemningi það bara að horfa mynd með ykkur fullt af appelsínum, grænum, köllum eða eitthvað svona, hvað er fokkan verið í gangi þetta? Svo byrja ykkur á allra fagna. Shit, þarna kemur hann, gaurið með skjöldin. Þegar Captain America tekur hamarinn, allir alltaf bara, what? Óli bara, hver er þetta? Okkur á ég að fagna? Bara galli! Ég held að þaðan, áður við byrjum, þaðan kom hugmyndin að þarna skets mér skrifa einu svona í skaupið, þarna muni eftir njálsögu á ensku trailerin. Það var út af því, ég var svo þreyttur á Thor myndunum. Mér fannst þetta svo þreytandi dæmi, eitthvað svona að taka norræn goðafræði og vera bara eitthvað This guy, he's the crazy guy known as Loki. Og allir eitthvað, yeah, I love Loki, that's my favorite character, my cat is named after him. Mér fannst þetta svo þreytandi dæmi, svona amerikanisering á norrænni goðafræði. Og þess vegna datt mér í huga með sketsinu. Það var mjög gott, að tala um það bara. Var ekki í sketsinu með Asgard? Nei, í sketsinu var sem ég barðist fyrir að koma alla leið, var þegar Gunnar segir fögur er hlíðin, þá breytum við það og ég stend upp í tré og er eitthvað God damn, that's a beautiful hill. Það er svo fucking gott, sko. Það er ógeðslega gott, sko. Það er uppáhaldslína sem ég hef skrifað þetta. Fucking gott, sko. En já, næsta. Geimvera fer á Rampage í allan heiminn til að klára steinasafnið sitt. Endgame. Það er Infinity War, þetta gefur rétt. Ég ákvað bara að færa þetta núna fyrst við vorum að tala um það. Já, flott. Ok, þú búinir. Vákvæmst, ánæður að bara vissi þetta. Endgame. Þetta er ekki rétt. Ok, maður horfir að konuna sinna deyja. Mörgum árum setna er syni hans rænt. Hann fer að marga kílómetra í leit af syni sínum og fær hjálp frá fólki sem hann hittir á leiðinni. Up. Nei. Veistu það? Er þetta Finding Nemo? Já, þetta er Finding Nemo! Fuck, já. Þú sagði maður. Já, ég gæti sagt fiskur. Lífvera. Nei, ég skilji. Ég hendi í þessu eins og, ok, þú verður. Ég var að hugsa um Liam Liam Neeson Taken. Já, ég var líka þar, sko. I will find you.
Tullar í stoltur af mér maður. Já, ég þurfti að hendi maður, ég gæti ekki sagt fiskur, það var það auðvitað heiminu. Blár fiskur, Já. nei, hann er ekki sem blár, trúðfiskur. Já, trúðfiskur. Þú helst þess að trúður. Trúður. Ok, stór maður bjargar stelpu frá því að giftast litlu manni. Stór maður bjargar stelpu frá því að giftast litlu manni. What? Þetta er teiknumynd. Mjög fræg. Stór maður bjargar stelpu frá því að giftast litlu manni. Hvað myndi fólk að giftast? Þetta er huge mynd, það var 100% síðan. Teiknumynd segir. Teiknumynd. Ein súpara frægasta. Er það Frozen? Nei. Stór maður. Ok, hérna gerði ég eins og með Nemo. Þetta er ekki maður, en ég sagði stór maður. Er þetta Fríð og dýri? Nei. Ég er að googla Disney cartoon movies. Shrek. Þetta er Shrek. Það er ekki eins og Disney mynd, ég veit ekki hvað komið það. Dreamworks. Ok, þessi var, ég vikna þessi var slök, en höldum áram. Nei, það er svo sem. Það er flott. Það er 3 eftir, mér finnst þetta allt mjög gott. Já. Hópur eyðir 9 klukkutímum til að skila skarkgrip. Núna er ég ekki að kveikja á neinu. Hópur er 9 klukkutímum. Ocean's 11. Nei. Þetta eru sko ángríns svo stóra myndir. Stórar myndir. Þetta eru bara stærstu mynd. 9 klukkutímum til að skila skartgrip. Ok, 9 klukkutímum, hvað? Fast and the Furious. Nei, Fuck, ég var 9 klukkutímum er ekki tengt myndunum. Það er, þetta er sér trilogía. Og það er tíminn Lord of the Rings. Lord of the Rings. Aldrei 9 klukkutímum. Lord of the Rings. Neip. Hobbit, neip, Harry Potter, Yes. neip. Hvað er ekki í lagi, sko? Lílu gæði, Ég mann. veit það. Jóks, sjúkt, sko. Ef ég myndi vera að bjóða mig einhvern veginn í bíómyndapodcast, ég myndi ekki geta mætt. Ég myndi bara Þú ert hringja við hræðilegur. veikan, sko. Ég grúttappaði Hvað er uppáhaldsmyndin? Ég veit það ekki. Veistu hvað mynd þetta er? Nei. Fuck, man. Óli. Ég er með 2 eftir. Ok. Að mínum að þið bestu 2. Er ég ekki að vinna? Það er svo upphæðið sjálf mig. Jú, þetta vinna. Ég veit það ekki svona. Jú. Kannski jafntefli. Segjum Ok, jafntefli. Maður sem er einn í skógi kissir lík og meðan 7 gaurar horfa á. Fríða, Snow White. Vel gert. Ég myndi ekki afsækið. Vel gert. Nú er besta að mínum að þið. Talandi froskur sannfæri drengum að drepa pappa sinn. Talandi froskur. Besta. Sannfæri dreng. Þú er aldrei að sé þetta, en þú ættir að sé Er þetta. þetta gosi? Nei. Hann er svo djúpt Star Wars. Ég hef ekki hort að Star Wars Það líka. er svo ógeðslega gott í Jóta. Ég hef ekki hort að Star Wars. Jóta, maður. Jóta og Baby Jóta líka. Talandi froskur. Já, ok, ég fann þessu á netinu. Mér fannst bara svo Já, þetta er mjög ógeðslega gott, sko. fyndin. Mjög gott. Talandi froskur. Það Það er svo gott, sko. Ok, allavega, til aðmengu Sigurinn Villi. Pakkar Óla saman. Já, ég veit það ekki, kannski. Nei, ég geði Sigurinn, Óli lúsar. Hann er ekki sé neitt af þessu. Heyrðu, og ég klára hana eins og ég byrja hana fyrstu 5 sekúndur á þættinum. Ætti ég að byrja á hana Instagram spurningum. Já, Ég seti nefnilega question box. Svo er til í Já, það. Og það kom nokkrar ok, gaman. sem er mjög explicit, þannig sem ég ætlum ekki að lesa. Þannig að ég bara byrja hana á hvað er besti brandarein? Hvað er bestið brandarinn Þetta er fyrsta spurning Hvað er beint út úr útunum? frá Ástheiði. Ég er ekki með svona, ef þú veist, í uppistandi þá er ekki með neitt svona brandara, skilur. Þannig ég veit það ekki. Getur komið einn brandara bara núna, bara eitthvað. Það er Það er svo ógeðslega illt, sko. Ég veit það svo hlæg, ég fikk Bara einhver brandara. Ég veit ekki trúðuna, sko. Ég skal segja ykkur uppáhaldsbrandara minn eftir uppistandara sem heitir Dimitri Martin, sem er einn af mínum uppáhalds Núna er ég byrjað að ofhugsa það, ég er ekki að fara að hlæja, Þú ert ekki að fara að hlæja, sko. Nei, ég veit það. Við hlæjum. Hann segir, ég var daginn að labba úti og það var maður hinn með við göttum sem var eitthvað að heilsa mig og var svona að veifa til mín, ég var eitthvað, hver er þetta? Svo kemur hann upp að mér og segir, sorry, ég held þú væri einhver annar. Og þá svaraði ég er. Guð minn góður, þessi Ég var að býta, þú sagði það, ég var svona, já, nú kemur meira. Og segir svona, já, nei, þetta er grín. Ég er með svipað sögu. Þetta er gott, sko. Þetta er góð grín, þetta er gott grín. Þetta hermur þú svarið sundum með það? Þú verður að segja, ég er. Ég er með svipaðan sögu sem ég lendi í Seattle. Já. Og sem þetta var einhver nokkar tímas senkun á flugin okkar. Og við erum að labba í gegnum tollin. Og hann eitthvað hrósaði með eitthvað tollvarurinn eitthvað. Og hann eitthvað, ok, you're good to go. Og ég segi, svo kemur hann á meðan ég labba fram og kemur hann svona, lyfti svona hendinu og ég my stupid ass hélt að hann var að fara að gefa mér high five
Þannig að hann kemur svona og ég kemur eitthvað svona vendinu og hann horfir svo skringilega á mig og fattar hann að kíkja og segja næsta manneski í tollinum að koma í gegn. Þetta var með því En hann hefði átt að snúa höndinu. Ég veit ekki, hann kemur svona. Það meikar eitthvað sens. Þetta var með því ódæðlega í lífið mínu. Það var svo gott að það fara gegnum tollun. Hann bara, hey, let's go. Og því að gæinn horfir svo á mig bara, hvað ert að gera? Meistari. Takk, meistari. Þetta var gott, sko. Stormur Bjarna, hvað er skemmtilegasta leikrit sem þú fyrir í? Stormur minn. Stormur sko, ef þetta er sá stormur sem ég held að þetta stormur í Fíusól sko. Stormur Björns. Já, hann að veiða. Það er að veiða. Fíusól maður, það er Fíusól. Það eða Mouthful of Birds. Mouthful of Birds var ógeðslega skemmtilegt ef svona gott verk. Eða Hedda Gabler líka, Hedda Gabler var geggjað að leika. Klukkan hvað vaknaðirðu? Í dag? Já. 10. Hvað ertu hávaxinn? 1,75. Þetta er ekki spurning að stendur hún að villi netti er nettur. Takk fyrir. Þetta er gullrós. Alveg rós. Mjög veist. Hann er nettur. Hvaða lið á Íslandi styður Willi Netto? Í fótbolta? Ég bara veit það ekki. Það er bara hvaða lið, þú getur verið í blaki hins vegar. Ég hef ekki ákveðið mig. Nei. Ég hef ekki ákveðið mig. Ég æfði handbolta hjá Val. Já. En ég var lagður sko í sjúkt einhaldi þannig að við erum gæði í teiminu, þannig að ég svona get ekki haldið með Val sko. Nei, ég það þá. Fuck those guys. Flest allir voru fínir sko. Flest allir voru fínir sem voru að æfa með mig. Það var bara þessi eitt gauð sem alveg skemmti upplifuna sko. Þannig ég á eftir að velja. Já. Þú heldur með Brentford, ekki? Ég held með Brentford, já. Það er svakalegt. Það stendur á Instagram. Það er svakalegt, aldrei með Brentford sko. Formaði Brentford. Stuðningsmannafélags. Já, við erum búin að hittast einu sinni og allt sko. Hvað er margir? Það var árshátíðin daginn. Hvað voru margir? 15. Vá. Hvað er þetta bara? Ég held að vera Hvers blæsti? Hvers blæsti? Splæsti? Við bara splæstum allir hérna í púk. Ég var að borga fyrir sig, Hvað hefur þið leikið í mörgum leiksýningum? Leiksýningum? Sko, ef við förum í professional leikhús þá er það 4. Þá talandi þú veist bara stóru leikhúsin, Þjóðleikhús og Borgarleikhúsin, annars segir við bara kringum, ef við teljum allt hitt með þá myndi ég segja svona 15-20. Já. Fíasól bara uppáhalds. Fíasól uppáhalds, já. Segð það. Stormur, hann getur verið ánæður. Stormur minn maður, bestur. Hvað er uppáhalds ferðalagið þitt? Uppáhalds ferðalagið mitt, sko, þá verðum við að taka Portugal út af það er bara heimaland, þannig að það er svona tækla sig ekki ferðalag. Ég myndi segja að fara á Hróarskeldu hátíðina. Já. Það var uppáhaldið mitt. Það er fair enough. Galið gaman að frá Roskilde. Er það í Svíþjóð? Allt og langt síðan sko. Það er í Danmörku. Danmörku, same shit. 2014, 2015 10 ár síðan, god damn. Oh my god. Hvað er það galið það? Já. Hann er að fá flashbacks núna sko. Það er hræðilegt að uppgöta það séu 10 ár síðan ég fór Hróarskeldu. Líður þá eins og sért að old piece of shit. Já. 100p. Það er 10 ár síðan fældi. Og hvað er ekki bara comeback season? Jú, það er comeback season. Ég hef alltaf sagt þetta sko. Ég er bara að reyna að samfara Tinnum að fara á Hróarskeldu. Já, það skell ykkur árunum. Tinna, let's go. Ég reyni ekki á Hróarskeldu. Ég ætla að taka ykkur í Anna frasakefna. Nei, frasakefna. Ég ætla að taka ykkur í heilafrostið, brain freeze. Já. God damn. Þetta er mjög léttur leiður. Þetta er bara, ég les. Má ég gefa nú tips á hennum byrjum? Já. Það sem gerist vanlega er að þetta er alltaf svona 3 umfyrðandi. Það er panik alltaf svo mikið. Já. Bara keep cool og bara segja eitthvað. Það er ekki nefnilega, oftast er svona 30 hlutur sem þetta er að segja. Já. Nefnum að þú bara heilin bara getur ekki dottið fleiri í hug. Nei. Eins og við ætlum að taka hérna bara einu umferð núna. Bara þetta er æfingarumferðin, ok? Og practice. Segjum bara hérna kvenmannsnöfn. Já, bara Anna, Ríkey, Stína, Tinna, Hrafnhildur, Ásthildur, Þórunn, Vigdís, Vala, Perla. Já, það var ekki æfingarumferð. Já, þetta var æfingarumferðin. Ég hætti viljandi, ég veit það æfingarumferð skilja. Ég hef panik ekki. Já, algjörlega, ég skilja mjög. Hver vil byrja? Þetta er best of 3. Vilt þú byrja og ég byrja? Já, ég skal bara. Laufey gestunum byrja. Villi, þú byrjar. Best of 3. Og núna myndi heyra af hverju þetta var Anna æfingarumferðin. Ok. Æ, þetta var ræður. Er þið tilbúinir? Núna þurfum þið að hugsa. Ég veit ekki hvort þessi spurning sé alltof erfið eða mjög easy, en ég ætla þess að byrja á henni. Borgir í heiminum, borgir sem byrja á ekki segja setu. Nei. Segja sem byrja á samhljóða. Samhljóða?
Veitu hvernig þá? Bara S Það getur útskýrt Hvað er aftur sérhljóð og samhljóð? Nú man ég ekki Sérhljóð á og A og eitthvað Samhljóð er alltaf S og R og Já, ok, já Tilbúin Sérhljóð er allir þessi A, E, J Já Við erum náttúrulega Ok Ég er að fara að sökka sko Ég veit það Hægi sko Coimbra Stockholm Braga Reykjavík Lisboa Býtu, sorry, það eru höfuborgir eða bara borgir? Borgir Ok, förum bara í Madrid Porto Barcelona Zurich Förum í bara Prag Mitt allt, já Ég veit það Panikar Þetta er sko. ekki gerist Hræðilegt orð í heilann. Panikar Ég Sebastian fekk líka bara svo hræðilega hugmynd að ég bara Hvað ætlar að segja? Segja svo Nei, ég ætla ekki að segja Please það Nei. Var það eitthvað algjör bara Þetta er algjört. Þurftu bara að fara eftir Já, Þetta Let's go Það er 1-0 fyrir Sebastian Let's go. Og nú er þú komin með Ég er með alla portugalska borgina sko unlock sko. Tókstu Þú bara ert búin að- Portugal Já, það er náttúrulega sko Flest allar eru bara Fyrir á P Það er fá að borga sem byrja sérhljóða sko Já Þú veist Við veit Allavega. ekki Já, reynda sagt, já Heyri, það er Þú 1-0 nefndi eina, Óli, nefndi eina Aþena Vel gert þetta Já. Vel gert þetta Fair enough Mjög Herru, stolt. fyrir næsta Heyri, Sebastian, þú byrjar Let's go. Hlutir sem komast ekki í fólksbíl Bara í Ha Byggingar Fíll Gírafi Kommóður Þú fyrir beint í dýri sko Kommóður Hvernig komaður? Hvernig Ég komaður? var að hugsa mjög Hann stóra myndaði mjög kommóður Ok, ég geði það Sætaröð í þjóðlíksunni Annar bíll Borðið í hvítdósinu Gírafi Hann er búinn að segja gírafi Já, gefum breyk Ok, þú fær auka stig Við komumst alltaf bara að gata í umferði Ok, þú Allir fórsetar bandarækjum frá upphæði Loðfíll Gramela Heilt sirkus Allir trúðar sem komast inn í Nei, þeir komast inn í trúðabíl Já. Tjöfull, ég ætla að segja það Þessi sirkus var gildur Ég vissi að þú færir í trúðana Gör, ég Þetta sagði var Þú varst tekin Ah, að það var svo tekna káðið lélegt, hann sko Það er alltaf svo fyndið Mér finnst það alltaf fyndið grín Þegar Þegar koma koma- já, svona 100 trúðar Það er Úr ógeðslega. einum litlum bíl Það er alltaf gott grín sko Er sko Ég hafði að segja hlut sem komst ekki í trúðabíl Djöfullin maður Það verður betra Já, sko. sko Ég var svo komin í mikið kjaftaði samt sko Heyru, Ég var ánægð með og leiði mér að segja allir fórsetar bandarækjum Já, já, bara- Skapandi spurning ég meina. Já, þetta er mjög opið Mér langar bara að heyra loðfíll og ég veit ekki hvað og hvað Já Heyru, þetta er for the win núna Ok, Ok, það er 1-1 Let's go. Hvort ætti ég að spyrja Ég er með 2 já, 1 eða 2, veli vilji 1, ok Hugsa með það Hlutir Það er svo mikið hugsa Vili, þú byrjar Ok Hlutir sem eru í fjallgöngu Ok Fjallgöngu skór Bara úlpur Gönguprygg Jakkar Húfur Utan yfir buxur Gleru Vellingar Sólgleru Símar Sólavörn Airpads Hleðslubanki Bara fullt af steinum í kring Samloka Mosi Símis Þetta var að koma á þann Þú vant Ok, fair enough Ég ætla að leifa þér alltaf Já, fair enough En það kemur ekki að erma Ég bara, ef ég tapa þá tapa ég Fair enough Ég ætla ekki að reyna Þú ert ekki tapsárgæi Nei Það er flott Ég vil þetta ekki sko Ég vil þetta ekki Nefn að mér finnst eitthvað svona ójæmt að mér vegið sko Hvenær verður það? Aldrei Nema, Ég verið í svona spurningakeppnum þar sem ég er að keppa móti eldra fólk en ég Já. Og það fær spurningakeppni sem spurningar sem eiga mjög mikið við 80s Já, Ég bara, já. ég var ekki á lífi þá Ég veit ekki neitt um það Þegar þau voru in their prime Já, bara. þá verð ég pyrrað sko. Það maður verður brjálaður Bara þau voru þarna Já, annars bara engin ásökun restan af tímanum sko. Þetta var gott samt Þetta er náttúrulega ef það kemur ekki þá bara maður er bara búinn Það er bara, ok, fuck it Allt í lagi Herru, ég er með hraðaspurningar, Óli Og ég skal ykkur það Hraðaspurningar Þú ert hraðaspurningar eða dýftina Hefur bæðið bara? Ég bæði bara Byrjum á hraðaspurningum Ok, Þannig, þetta er ekki flókið, sko já Nei, byrju, ánum fyrir hraðaspurning Ég er með annað svolítið, hérna Ég er með smóltið svona Tengist engu En eitthvað spurningar sem þú þólar ekki að fá lengur Sem þú fær svo oft Nei, raunin ekki sko Ég hef ekki ennþá fengið spurningu Er- Jú, þegar fólk er eitthvað svona
að spyrja mig út í hérna þú tala nú oft andlegu hliðina eitthvað svona og ég er eitthvað svona, ég finnst ég vera búin að tala nóg það sko og líka við nóg marga það þannig að þú getur alltaf að lesa þetta annars er náttúrulega bara alltaf mikilvægt að tala andlegu hliðina og já, ég lærði þetta viðtali hjá Givaf í dag já, takk, það er stemning stemning herru, fyrir það hraðsmyndingar og þú hraðan er þetta að fá ógeðslega intense tónlistundir Óli fljótur, Óli Ég er náttúrulega hengti símanu núna og ég er með annar leiðina Intense music tilbúin Tense Já, kemur á fólkir auðlýsing Nú erum við komnir Nú er ég komin í stemman Tilbúin Já Bara fyrst sem það kemur í hugan Besta lag of all time King Kunta, Kendrick Lamar Frægasta manneskja in your phone book In my phone book In your phone book Eða Instagram GM sem áttur á það Ólafur Darri Rándýrt Hann nákvæmlega minn Allavega Adam Sandler eða Jim Carrey Jim Carrey Takk Ég fatt að þér skrifa þetta Hann er svolítið betri sko en allavega Ef þú ætlar að fara algjörlega rústa þér í bænum Hvað drekkur þú? Tequila Takk Ekki ég sé að gera það Nei, bara allegedly Hvað fræga hlutverk Myndið þú leika ógeðslega vel? Trúðin í hringirinn í Notre Dame Er það Lord of the Rings? Hann sagði hringir hann í Notre Dame Ólafur Það er svo lélugur sko Hann er hrikalugur sko Backstreet Boys eða Ice Guys? Backstreet Boys Þetta er snið Ekki gaman Ice Guys eða? Jú Þetta var bara eitthvað holy for þanga sko Heilin for þanga Sveppaði Pétur Sveppi Go to dance move Hvað byrju? Ég ætla að tvíða þetta Já. Ef þú ert að impress the boys Henni Moonwalk En þú ert að pressa the lady Moonwalk Fair enough Boysinni fá það sama stelpuna Það er þetta rétt sko Virðing Respekt Ok, giftast og drepa Ég spila það ekki Ég, Óli Ég hata þann leik Ég, Óla Darri Hann fær einn passa Hann fær einn svona Fair enough, ég var ekki með meira Þetta er sko leikur sem ég get ekki spilað Ég veit ekki af hverju, ég bara get ekki Þetta er mjög illt sko Fólk hefur farið með mér í hann og ég er bara eitthvað svona Ég hef reynd einu svo taka þátt Jú nokkuð sinnum og ég er bara alltaf eitthvað Nei, ég er bara fyrir að fara að gera eitthvað Fair enough maður Nei sko, ég ætla að segja þér Planum mitt er Ég spurði á hana með spurninguna sem er óþægilegt að fá Já Mér finnst það að fyndi bit að spyrja spurningu og síðan segja ég þoli hvað þetta og síðan spyr ég það setni þetta en mér langaði ekki verið eitthvað svona hvernig er andlega hliðin þannig hætti við Ertu mikið í símaðutum? Er ég mikið í símaðutum? Ekki mikið Já Og ég er nefnilega með ógstáð það er þetta símað Hvernig erum við að ringi? Atlasveinn Ég veit ekki, ég skrifa bara bóndi á já.is og fengaði upp einhvern random Er það? Já, ég er nefnilega með smá hugmynd Ertu ekki með neitt sem þú þekkir sem við getum gert símarrekki? Hringdi mömmu eða pappa eitthvað? Eða Andra? Nei, hann náttúrulega þekkir númerið mitt Hringdi mínum? Eða nei, get ekki bara, Hver? Nei, mér nokkar nefnilega að þú myndir hringja og spurja hvernig fannst þið skaupið Bara sem Villi Já, segi hæ, Villi Netto, ég er að kera könnunina fyrir Gallup Hvernig fannst þið skaupið? Það er það mjög gott Já Fannst þið Villi Netto flottur? Ég er svo stressað með svona sko Ég myndi alveg koksa sko Mér fannst það ekki gott Köstum við rútuna Köstum við beintið rútuna Ég gerði símaðum daginn þar sem bara var hringt í eitthvað númer bara að skrifa random tölur og við áttum bara að improvisa Getur hringt í eitthvað númer í Bandaríkjunum? Örugglega ekki How did you find the scope? Heyru, ég er að pæla bara að skrifa eitthvað númer velji bara tölur Öli? 8 Já, ég byrjum að ringa pappa Pappa minn Er það með símanúmerið minn? Ég er með númerið, nei ég held ekki Ég stóði Skrifaði símanúmerið Gerði könnun út af þetta er pappan sko Já, hvað er hérna Þetta er Gauti Nei, ég var einn að selja honum eitthvað Nei, mér er Skaupi gott sko Og segðu bara þú sért Villi Netto Hæ Villi Netto, veit hann úr að taka upp? Já, reyndar, en hann fyrir ekki að jú, kannski Hann klítur ekki Hann heit að veita, ég byrjum ekki mömmu frekar Nei, tjekka bara, prófa hann Ég segi þú hringir, þetta er alltaf flókið Ég segi þú hringir og segi bara hæ, ég er að selja þennan hlut, viltu kaupa hann af mér, please Sem Villi Netto þó Mér Skaupið svo gott sann, sko Spurja hann bara að það er svo svona, hvernig var Skaupið? Bara flott, sko Segðu þú að gera könnun fyrir Gallup Kemur eitthvað ekki svara að vera að skella á svona númer kom ég Nú hringir hana í Handi Gauti Ef hann svarar Svara með númer mitt, hæ Óli Æ, please svara Shit, hvað er þetta? Hann er það að mála núna, sko
En að mála? Já, mála heima. Ok, vegg eða verk? Vegg. Ok, vegg eða verk? En ekki að svara? Nei, hann er ekki. Hanskoti. Hann er ekki að svara. Já. Það er gott útvarp. Elskar svona útvarp. Við erum komið inn í að við ætlum að ringja í eitthvað fólk. Við ætlum að reyna að ringja. Ég finnst alltaf gaman að gera síma til Bandaríkjanna, sko. Þá getur maður verið svo ógeðslega heimskur. Já. En sko, mamma pappi betra svarað en ég var svona treyst á hann. Hello, do you have igloos there? Þú veist þetta líka? Þetta er Helga. Mamma, please svaraði. Mamma svaraði. Helga? Sæl Helga, Vilhelm Netvæti hefur að gera könnun fyrir Gallup og ég var að spá hvort þú hafi séð skaupið í ár. Þetta er löng könnun? Nei, bara mjög stutt. Já, ég sá það. Já, hvað fannst þér um það? Mér finnst það bara alltaf leið. Já, hvað var svona uppáhaldsatriðið að þínum mati? Ó, Jesús, ábygglega leikskólaatriðið. Ok, en minnst uppáhalds? Já, ég myndi mun eftir því. Manstu ekki eftir því? Nei. En hvernig fannst þér Willi Netto? Haukur, ég sé það, ég glemdi vettingunum minn. Hvað sér þið? En hvernig fannst þér Willi Netto í skaupinu? Hans með? Willi Netto í skaupinu sem veislustjóri. Hver er það? Mamma! Æ, Helga, drólega. Mamma, Willi Netto maður? Hvað er það? Nei. Mjög gilt, sko. Hver er það? Hann kynnti sig í byrju. Þú segir hver er Willi Netto það? hérna. Eyri, ok, bye. Svona mamma, bye. Takk Helga. Bye. Mjög þólum og þú Helga. Oh my god, sko. Hver er það? Þetta er mjög gott, sko. Sko, hún veit alveg hvað það er. Hún hefur bara ekki verið í ruglinu. Ég ætla að henda þér nú rútuna. Ok. Hvað hluti á hann að selja? Að selja? Já. Ok, veitu, maður við sjá. Er það á íslensku ensku? Á íslensku. Fuck, thank god, ég hræðilega ensku. Ég ætla að segja, enska minn bara Já, 13 egg. Ekki að pakka þú. Atli. Já, góðan dag, er þetta Atli? Herru, ég hringi hérna frá eggofjör.com. Hvernig hitt ég á þig? Þessi hringir frá hverju? Hæ? Þessi frá hverju hringir? Ég er að selja þetta nokkur egg ef þú er áhuga. Egg, já. Ég er að selja þetta 13 egg. Ég er búinn að selja 7, ég var með 20. Ég var að bæla hvort þú voru áhuga að koma 13 egg. Kosta bara 500 kall. Já, hendur þið ekki þessu? Já, það er samt alveg. Hvað, ertu ekki, kostar alveg smá auka, sko. Það er alveg smá. Þú voru að splæsa því. Já, það er samt alveg, sko, 15 kall auka eitthvað, sko. En samt, sko, ekki nefnilega svo góðum prís. Ég gefa það 300 kall. Þú rettar, þú setur bara umslag og sendir það, Já, sendi ekki, en ég... Þetta var svo lélegt. Þú varst að reyna að selja 13 egg. Nú þarf ég að fara að blokka þetta númer, sko. Þú gerði svona miklu betur en ég þorði ekki eins og ringi í hann, sko. Þannig að þú gerði strax miklu betur en ég er bara að blokka hann Karol þegar hann er að fara að ringi aftur í mig, sko. Ringir á Silvíu 13 egg. Hann var til í tuski, sko. Hann var til í eggin, sko. Sendi mér umslagi. Sendi umslagi, við myndum að brotna. Þú þarf að hræra egg og setja því umslagi. Þetta var eitthvað versta. Hann er hann hringið í þig? Þetta er pabbi. Samáttur. Gauti. Sæll, er þetta Gauti? Hvað segirðu? Er þetta Gauti? Já, hæ, ég er hérna að ringja frá Gallup, ég heiti Vilhelm Netto, ég er að aðtöða bara svona viðbröð við skaupið, ertu með lausan tíma? Hvað segir þið? Sæll, ég heiti Willi Netto, ég er að ringja hérna frá Gallup og ég er að kanna svona viðbröð við skaupið ef þú hefur lausan tíma. Ok. Þið heilsa Sebastian. Hann veit að ég er hérna, maður. Ok, bye Gauti. Bye. Hilsa Sebastian. Já, ég sagði ekki, ég heiti svona Sebastian. Já. Djöfull, en ég sagði náttúrulega, ég fór hann og ég er að taka, ég er að taka podcasti. Willi Netto, já, Willi Netto. Til eru fóldrarnir þólimöður, sko. Ég var hringið ykkur annan. Bara held á hann með símaðinn. Ykkur í Þorláksöfnina. Nei, leiðum að fara til Ameríku, hún langar að fara til USA. Hvernig hefur hringið til Ameríku? Finn bara númer.
Bara Starbucks eða eitthvað Hvað opið núna? Þú ert með tölvuna með, þú að fyrir númerið sko. American number Google? American number Ég hringdi einhvern tímann í einhvern bónda í Bandaríkjunum sko. Varst það að selja hún eitthvað? Hæ? Varst það að selja hún Ég var að tala við hann sko. Bara taka stöðuna? Já Það það gott líka I'm calling from the Icelandic radio I was just wondering how you're doing Það ógeðslega gott Bara taka stöðuna á okkur heiðalum kanna Já, bara einhvern kann sko. Hvar finnir þú bara random amerísk númer? Ég veit ekki, ég farði bara White Pages eða eitthvað White Pages USA Yes.com White Pages USA Official site Searchum hérna John Bara John Richard John Age 60s Phone Já White Pages can only be accessed from users located inside Googla bara Starbucks eða eitthvað Ok Hringdi fyrirtæki Starbucks Ég veit ekki alveg hvað að gera það sko Boston Ég get alveg fundið eitthvað það Google eitthvað Phone number Hafið þeir þegar Steindi tekur Kaffetás Tristan, hefur þið það? Hæ? Hefur þegar Steindi tekur Starbucks Stoney Þá er hann að hringi í Starbucks og er að reyna við sem pekar upp Það er óþægilegasta símtöl Þetta er I was here 5 minutes ago Þetta er Starbucks á Beacon Street Í Boston Mjúta okkur Hann reyt Ég vonaði svar Boston Common Starbucks. Hello Hello? Is this Starbucks on Beacon Street? Yes. Yes, I'm coming with a group of Icelandic people. We are 4, so we are quite many. So I was just wondering if I have to book a table. No, the tables are first come, first serve. First, who is coming first? No, it's just they're available in the cafe. You don't book. No, we're not bringing books. We're just coming 4 in a group together at 12 in the lunchtime. Okay, that's fine. Okay, 4 people. Yeah, just if you have enough milk because we like coffee so we can come 12 lunchtime. Anytime. Okay, my name is Mr. Ragnarsson. Just so you know, we will be there at 12. Okay. Okay, bless. Thank you. Bless. Þetta var Vili, klukkan er að vera 2 Klukkan er dætt í 2 Og þú þarf að búka 2 og hún bara, já, ok, flott Þetta var ekki, hún var svo ógeðslega þengt Það elskar hvað hún var ekki að nenni sig sko, hún bara, já, flott, komdu bara vinnu minn Var eitthvað, nei, þetta er bara fyrstu gef Hver kemur fyrstur? We don't have books Ég er ógeðslega gaman að sem að Elskar svona síma Endum við Bastikannadýftina Bastikannadýftina, við hefum 8 mínútur nefnilega eftir Hann vilja, núna vil ég að þú farir í bara, sko, alveg wholesome mjög dýft, þetta er ekki margar spurningar en ég vil þú verð ógeðslega wholesome og honest Ég reyni það yfirleitt Þetta er ekki dónulegt henni eitt, sko Nei Já, þannig hér eru mætt dömunar Bastikannadýftina Þetta eru 5 spurningar, vilji Hvað er það sem að þú talar ekki mikið en þú ert mjög stoltur af? Ég myndi segja bara fólkið í mínu lífi sko. Ég er mjög stoltur af pappa og mömmu og systur minni sem var að klára masters í lífefnafræði í Köpen og mjög stoltur af Tinnu líka, Tinnu minni sem búum saman og verðum að reyna að gera eitthvað gott úr bara okkar lífi. Ég elskar hvað það fór úr sín í mat í Starbucks Það snöggu upp eða sko. Alltaf, hvað er besta hrós sem að Villi Netto við fengið? Ég fengi sko heppilega guðsjálf mörg góð hrós það gegnum æfinar, kannski svona nýjast sem ég var best eftir var hvað ég með falli aug, ég var eitthvað smá svona þá ráðnaði aðeins það var sem nýlega þú var með mjög falli aug það var mjög falli aug, ég er sammála ok, bara smá eftir hvað elskar þú mest with yourself hvernig þú fíla karatinn mér fíla svona slakur, smooth eða ekki sjálf mig það er góð spurning vinnu svona vinnusemi vinnusemin duglegur það er mjög gott svar líka gott svar og bara 2 réttir
Hvenær varstu mest hræddur í lífinu? Flugvél, eins og tölum við byrjum. Já, það mætti segja flugvél sko. Já, meira hvaða moment? Var ég mest með eitthvað moment sem þú lendir og bara skítið þig? Það er góð spurning. Hvenær ætla það? Flugvél alveg valid, svar sko. Já, það, sko. Það var meira að hugsa svona moment, skilur, eitthvað sem hefur gerst, skilur. Ég reyna að koma mér, ég reyna ekki að vera í aðstæðum þar sem ég geti orðið hræddur fyrir líf mitt. Það er gott, sko. Það er gott, ég held að sé mjög... Ég er ekki thrill seeker. Það er mjög gott, sko. Ég held að sé bara mjög skjánlegt. Ég veit ekki, hvenær var ég mest hræddur? Það er erfitt, sko. Þetta er erfitt svar, sko. Þetta var, ég veit ekki, þið fóru óvart ef ég fyrir eitthvað sem var ekki flugvél þar sem ég er svona alltaf mest hræddur þá var einhvern tímann þegar einhver gaur tjúlaðist á mig í Köpen fyrir að hafa óvart farið fram yfir í kebabröðina það er náttúrulega hræddur sko, hann var bara alveg fucking reiður út í mig sko, ég var bara helt í því lamin og það var bara mættur með heilt gengi sko. Jesus En Viljan Netto ef þú ímyndaðir og lokar augunum og ímyndaðir getist það rödd ekki hvernig sér þú hamingju fyrir þér? Hvernig lýsir þú hamingju? Sól og mikil náttúra. Gott svar mjög gott svar. Já, takk. Akkur er að kvísla allt í Ég veit það ekki Þetta er svona nætur út af stemningin. Við höfum aðeins að breyta til Þið eru að hlusta hérna á útvarpssögu. Ef við enda þetta svona þægilegir Útvarpssögu Þá varum við að fara að fá símtal Akkur er allir útlendingarnir hérna Ekkert eðlar racist fólk Ertu með, hefur ekki bara klára Ertu með eitthvað loka þátt Nei, loka þátt, þetta er eitthvað loka orð fyrir hlustundur Bara reyna að vera góð við hvort annað Þótt við gerum það stundum óvart ekki þá er mikilvægast alltaf að reyna. Takk gott svar. Takk fyrir okkur. Takk fyrir að hlusta í dag. Við sjáumst aftur að vikulínni. Takk fyrir Viljan Netto og bless. Takk fyrir mig.